þá kom nú heldur betur veisla í dag frá miklu meistara. Það Þorsteinn Maff á kallmennskunni. Það kemur hérna pistill frá honum, tími til að brjálast, og mér langar aðeins að renni við þennan pistil og kannski kryfja hverja klippu fyrir sig hjá honum. Ok, hann byrjar hérna á Sexism Reloaded or It's Time to Get Angry Again ritrýnd grein sem Rosalind Gill skrifaði árið 2011. Þar bendir Rosalind á það hvernig feministar voru tónaðir niður af vopnaðir orðræðu sinni og hvernig beitt hugtök hurfu í kynanspyrnar. Fyrsta lagi náttúrulega byrjar hann að taka fram ritrýnd grein, alltaf að segja ritrýnd á, sem náttúrulega þú veist, og ritrýnd, það sem ritrýnd í feminískum fræðum ekkert alltaf þýðir ekki alltaf að sé ritrýnt. Það var allir ekkert langt síðan að 3 aðilar voru að sýna fram á hvers konar fúskfræði þetta voru með því að senda greinar í svona virt vísinda tímarit og sendu meðal annars Mein Kampf endurskrifaða þar sem að við notuðu kallmenn í staðinn fyrir gyðinga. Það var birt sem ritrýnd grein í virtu kynjafræði tímariti. Þau sendu greinar sem að hunda var fylgst með 1000 hundum, hvernig þeir höguðu sér á eða þú veist, þau löguðu náttúrulega bara til hvernig þeir gerðu það, en þau sögðust að vera að fylgjast með 1000 hundum og hvernig þeir höguðu sér á almannafæri, hvernig kallarnir reyndu að hömpa kvenhundana og annað, og þetta væri svona spegill af því hvernig nauðgunarmenning væri á næturklúbbum. Þetta var líka birt sem ritrýnd grein í virtu tímariti. Þannig að, og þau fengu birtar 5 aðra greinar af 20 sem þau sendu inn, sem að þeir reyndu að gera eins og mikla geðveiki og þau gátu. Þetta var allt birt sem ritrýnda greinar í tímaritum sem fjölluðu þetta. Þannig að ritrýnd eitthvað í kynjafræðinni þýðir ekki raskat. Það sama upplifi ég að hafi verið að gerast undanfarin ár með viðstöðulausri andspyrnu og afbökun á femínískri gagnrýni í fjölmiðlum, hlaðvörpum og kommentakerfum. Það sem grafið undan trúverðugleika femínista með gaslýsingum. Þeir gerðu að skotspóni og gerendum og máluðu upp mynd sem auðvelt að fyrirlíta, hæðast að og afskrifa. Hvernig væri einu fokking sinni að horfa aðeins í spegilinn og spurja af hverju svona auðvelt að gera þig og aðra sem að verði í farabróti í þessari femínísku baráttu árum saman. Af hverju svona auðvelt að gera ykkur á skotspóni, mála ykkur upp sem gerendur og mynd sem auðvelt að fyrirlíta, hæðast að og afskrifa? Engin sjálfsgagnrýni þarna á ferðinni? Bara engin. Grafið undan trúverðuglega femínista með gaslýsingum. Hvaða trúverðugleika? Byrjum þar. Þeir gerðu að skotspóni og gerendum, getur það verið vegna þess hvernig þið fucking hægið ykkur á internetinu? Allir sem eru svona nokkuð eðlilega félagslega þengjandi, myndi ég segja, þeir sjá alveg hvað þetta röng hegðun, hvað fólk haga sér ekkert svona. Þessin auðvelt að gera ykkur á skotspónu og gerendum. Þið hægið ykkur eins og vestu bullís gera, öskrandi niður allt og alla sem ekki sammála. Þannig að já, þið eru sjálf búin að mála þessa mynd sem svona rosalega auðvelt að fyrirlíta, hæðast að og afskrifa það. Þið gerðu það alveg sjálf. Áhrifin eru þau eiga varla séns og reyna að vera ekki svona óþolandi öfgafull að benda á vanda. Það með allir benda á vanda. Vandamálið hvernig bregðist þið við þegar fólk ekki sammála ykkur með vandan. Annaðhvort hver vandinn eða hvernig skuli taka á honum. Hvað tekur þá við? Þá kemur öskurkórinn, drullar yfir fólk og reynir að mála það upp á versta mögulegan hátt bara fyrir það kannski að vera ekki að sammála ykkur hvað aðferð skuli beita við að leysa vandann sem að fólk oft sammála að setja staðar. Sexismi, feðraveldi, forréttindi, rasismi, transfóbía, hatursorðræða og kallremba eru dæmi hugtök sem margir feministar forðast að nota vegna þess að þau tryggera svo harkaleg tilfinningaviðbragð frá viðkvæmum einstaklingum sem hugtökin lýsa akkúrat svo vel. Já, það ekkert skrítið að vegna þess að þegar þú ert farin að ofnota hugtökin á þann hátt að þú gerir þau ekki bara merkingarlaus, heldur þú ferð að nota þau eins og segi, hluti sem það á svo oft ekki við, þá náttúrulega verða allir þreyttir á þessu, hugtöki verða merkingarlaus og ég hef oft sagt það, þú getur tekið allt þetta, að vera sexisti,
rasisti, transfóbi, hatur, svona kattremba. Það er verra að vera kallað hálfvít í dag heldur en nokkuð af þessu, af því það er búið að gera þetta gjörsamlega merkingarlaust. Fólk lesi þessi orð og þú veist, það er hægt að skynja þau lengur. Þetta er hægt að hringja þessum bjöllum sem það gerði fyrir svo stuttu síðan, áður en að þið gerði þessi orð gjörsamlega merkingarlaust. Þau þýða ekkert lengur, af því þið notuðu bara yfir venjulegt fólk sem er ekki sammála ykkur á allan hátt. Þannig að já, þeir eru búin að eyðileggja þessi hugtök og það er engum að kenna nema ykkur. Fólk hefur ekki áhuga á að veita ykkur þetta vald þrátt fyrir að það vilji að allir kynferðisbrotamenn fái refsingu fyrir það sem þeir gera. Þá er það ekki tilbúið til að veita ykkur það vald til að ákveða hver er sekur og hver ekki. Þeir eru búin að sýna að þið kunnið ekkert með að fara. Oft og mörgum sinnum. Það er morgunljóst að samtal, fræðsla og vinalegar ábendingar virka ekki til að ná fram réttlæti og breytingum. Heimsmyndin er snúið á hvolf, en látið sem það sé þolendum og feministum að kenna. Þegar rétt er rangt, upp er niður, vinstri verður hægri og ofbeldismenn breytast í þolendur þolenda, er kominn tími til að brýna sig og brjálast. Þannig að Steini segist alltaf brjálast núna á. Það er fínt, þá kannski vonandi fer hann að gera það sem að kemur það fyrsta sem að minnist á. Það er morgunljóst að samtal. Þorsteinn nefnilega vill ekki eiga neitt samtal. Hann vill ekki eiga samtal, hann vill messa yfir fólki. Hann er logandi hræddur við allt sem að kallast skoðanaskipti við einhverja sem eru honum ekki sammála, vegna þess að hann er bara líklega, ég veit ekki hvort hann er hræddur við að vera rassskelltur, hvort hann er hræddur að missa stjórn á sér og reyna að lemja einhvern eða hvað það er, en hann hleypur með skottið á milli lappana hvert skipti sem honum er boðið eða eitthvað svoleiðis í einhvers konar skoðanaskipti með afsakanum það að hann vilji ekki veita einhverjum aðilum plattform. Það er það versta og þetta er það sem að hann sagði með að einhverjum væri gefið dagskrárvald eða eitthvað svoleiðis, frásagnarvaldið og orðræðuna forðast margir svoleiðis. Þegar gerendur eiga auðvelt með að taka yfir frásagnarvaldið, því að þegar þú vilt ekki taka samtal sem þú ert að tala þarna, þá náttúrulega ert þú að veita öðrum frásagnarvaldið. Það segir sig sjálft. Ef þú ert að ræða eitthvað sem að ef þú ert með svo sterkan málstað sem þú greinilega trúir svona rosalega heitt á, þú ert að mótmæla hlutum sem að þér finnst greinilega svona algjörlega hræðileg, en þú vilt ekki tala henni. Þú vilt ekki mæta og sýna bara fólki af hverju þetta er svona skelfilegt. Hvaða er svona slæmt sem er verið að ræða. Þú vilt bara öskra að fólk sé ógeðslegt og fólk sé gerendur eða ex-fób eða nefndu bara, það er aldrei tekið samtal. Þannig að þú getur ekki sagt að samtal virki ekki því að það eru mörg ár síðan ég hef heyrt þig taka samtal. Þú vildir ekki mæta til götustráka, þú vildir ekki gefa þeim plattform. Þú vildir ekki koma á talin í þann hóp sem kannski þú ættir að vera að miða hvað mest á, sem að er svona hópurinn sem hlustar á þá bara sem dæmi. Þú vildir ekki mæta. Þorðir því ekki. Það er bara að segja alveg svo er. Þegar þú vilt ekki taka samtal við fólki sem er ósammálaðir, þá er ekkert skrítið að samtal virki ekki. Þegar þú segir að samtal virki ekki en neitar að taka samtöl við alla sem eru þér ósammála, hverja ætlar að fara að sannfæra? Hverja ertu að reyna að sannfæra? Ertu að reyna að sannfæra þá sem eru nú þegar sammálaðir? Er það markhópurinn til að sannfæra? Eða viltu sannfæra, þá hlýtur að vera vilja að vera að sannfæra fólkið sem er ekki sammálaðir. Þá þarftu að taka samtal sem það er ekki gert í mörg ár. Veit ekki hvað er langt síðan ég heyrði þig þora að mannast upp og taka rökræði við nokkurn einasta mann.